Ekki algjörlega ljóst hvernig kjarasamningar kennara verða fjármagnaðir, segir borgarstjóri. Sveitarfélögin ræða við ríkið aðkomu að samningunum sem gætu ýtt undir verðbólgu að mati Samtaka atvinnulífsins. Skiptar skoðanir voru meðal nemenda í Borgarholtsskóla að kennaraverkfalli hefði verið afstýrt. Ég vildi fá svona viku frí að minnsta kosti. Mér finnst það eðlislegt af því að þá nægja að útskrifast á réttum tíma. Lítið skjól á Gaza og að minnsta kosti 6 ungbörn hafa dáið úr kulda síðustu daga. Bandaríkjaforseti hugar að framtíðarsýn sinni fyrir Gaza og birti í dag gervigreindar myndskeið. Vegagerðin þarf 20 milljarða á ári til að vinna á innviðaskuld sem að mati samgönguráðherra ekki stór hluti af fjárlögum. Hann segir hægt að létta á vegum með auknum strandflutningum. Þökk sé snjóframleiðslu hefur tekist að halda skíðasvæði Dalvíkur opnu í 50 daga í stað 5 þessum af ári og dalvíkingar stefna á líflega páska í fjallinu. Komiði sæl. Kjarasamningar voru undirritaðir í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hjá ríkissáttasemjara á 12. tímanum í gærkvöld eftir margra mánaða samningaviðræður. Hann langar í vöfflu, Það að fara að hendast í vöfflur, sko. Jæja, góðir félagar, það sem sagt komið að því að við ætlum að undirrita hérna. Við höfum oft svo sem áður þurft að eyða löngum tíma í að gera svona kjarasamning og þetta er auðvitað viðamikill kjarasamningur sem tekur til mjög margra. Hér undir það bil 7% af vinnuafli í landinu. Með undirritun þessa samkomulags þá öllum yfirstandandi og fyrirhuguðum vinnustöðunum aflýst. Nú þessar löngulótu lokið. Við erum búin að vera hér í 5 mánuði og ekki tilbúin að fara með samning fyrir en að við teljum að vera þess eðlis að kennarar samþykkjan. Kjaradeila kennara við ríki og sveitarfélög hefur staðið í 5 mánuði. Nýr kjarasamningur gildir í 4 ár út mars 2028. Hann felur í sér 24% launahækkun yfir tímabilið og í samningnum forsenduákvæði sem kennarar höfðu farið fram á en þau eru nokkurs konar varnaglar á kjarasamninga sem meðal annars geta varðað verðbólgu og vaxtastig. Þau fela líka í sér að hægt að segja samningum upp ef mikil breyting verður á samningstímabilinu eða ef ekki staðið við ákveðin atriði samningsins. Svigrúmið til launahækkana almennt svona bilinu 3,5–4%. Það í rauninni það svigrúm sem að samræmist verðstöðugleika í landinu og það það svigrúm sem að jafngildir í rauninni framleiðinu aukningu. Við vitum það ef við hækkum laun umfram þetta svigrúm þá fáum við það tilbaka í hærri verðbólgu og hærri vöxtum. Það sem skiptir máli líka að horfa á afleiðingarnar af þessum samningum. Hér að ræða mjög stóran hóp opinbera starfsmanna. Það krafa af okkar hálfu að hið opinbera sé ekki að leiða launaþróun í landinu. Anna Lilja, hvað tekur núna við? Já, nú tekur við atkvæðagreiðsla kjarasamninginn. Nú það stefnt að því hún hefjist á föstudag og henni ljúki á þriðjudaginn í næstu viku. Nú framkvæmdastjóri SA eins og við heyrðum áðan óttast meiri verðbólgu út af þessum samningum og þetta sé í rauninu verið að fara út fyrir það svigrúm sé til launahækkana. Hafa komið viðbrögðið einhver svör við þessum yfirlýsingum? Já, það hefur gert það. Við ræddum við Heiðu Björgu Hilmilsdóttur, nýjan borgarstjóra Reykjavík og formann Samtaka íslenskra sveitarfélaga. Hún segist nú ekki óttast það, en launakostnaðar borgarinnar vegna félagsmanna í kennarasambandinu eru 28 milljarðar hverju einasta ári og með þessu nýju samningum bætast við 8 milljarðar. Nú við spurðum Heiðu hvort að sveitarfélagin sem mörg hver eru gríðarlega skuldsett, hvort það hefði einfaldlega efni á þessu nýju samningum. Það ekki ennþá algjörlega ljóst fyrir okkur hvernig við ætlum að fjármagna þetta. Við þurfum að hagræða í rekstri, við þurfum að horfa inn á við eins og við getum. En við höfum líka verið í samtali við ríki það að koma að þessu með okkur með einhverjum hætti. Hvaða verkefni verða það sem ríki myndi þá greiða fyrir? Það langur listi af gráum svæðum, svokölluðum, sem eru þarna. En ég get til dæmis nefnt bara börn með fjölþættan vanda og fleiri þannig verkefni sem hafa verið mikið umræðinu. En það hefur komið svolítið gagnrýni að síðan það var tilkynnt efni kjarasamningana það hleypti öðrum kjarasamningum í uppnám. Hvernig viltu svara því?
Nei, ég hef ekki trúið því. En Annalía, þessi kjaradeila, hún hefur staðið mjög lengi. Já, það er svo sannarlega rétt. Nú kjarasamningar allra kennarafélagana 7 losnuðu ýmist, svona fyrir í mæ í fyrirhluta síðasta árs. Nú og svo í september þá var deilunni vísað til ríkissáttasemjara. Í október hófust fyrstu verkfallsaðgerðir í leik-, grunn- og framhaldsskólum og þær náttúrulega stóðu með hléum. Þangað til í gær. Nú, kennarar komu tvisvar fyrir félagsdóm og þá var þeim stemt fyrir héraðsdóm vegna verkfallsaðgerðina. Nú, þetta var ein lengsta og harðvítugasta kjarabarátta síðustu ára. Nú, það gengur svona ýmsar orðsendingar á vígslu úr báðum samningaherbúðunum. Kennari héldu mótmæli, þeir hótuðu uppsögnum og gripur svona til ýmissa ráða. En svo var skrifað undir í gær og það var ekki lengur karpað í karphúsinu. Og nú er búið að aflýsa öllum verkföllum. Já, það voru í gildi verkföll í 5 framhaldsskólum, 1 tónlistarskóla og 1 leikskóla og þeim var öllum aflýst bara leið og það var skrifað undir á 12. tímanum í gærkvöldi. En núna eftir helgi, sem sagt núna 3. mars, þá áttu víðtækustu verkföllin að hefjast. En sumir voru nú ánægðir að komast aftur í skólann sinn og við hittum nemendur í Borgarholtsskóla sem voru svona flestir nokkuð sáttu að vera mættir aftur í skólann. Mér finnst það æðislegt af því að þá næ ég að útskrifast á réttum tíma. Mér finnst það bara ósköp fínt sko. Ég nenni ekki að missa mikið úr, annars þarf ég að vinna það upp. Það er bara fínt að klára það. Ég er bara svolítið fegin að það sé búið að leysast. Varstu alveg að fylgjast með í gærkvöldi hvort að þú þyrftir að fara í skólann í morgun eða ekki? Já, ég var að fylgjast með alveg beinni. Það var eiginlega bara ömurlegt sko. Ég vildi fá svona viku frí að minnsta kosti. Já, við vorum slagið bara í fríinu sko. Já, það var svona frekar leiðilegt að skuldi að semja sko. Líka svona seint sko. Höfðu ekkert áhyggjur af því að þetta myndi hafa slæma áhrif á námið? Jú, maður spáði alveg út í það sko, ef þetta myndi vera voðalega langt, en síðan reddast þetta eiginlega bara strax sko. Ég er í leiklistu og við erum að setja upp lokasýningu og náttúrulega við erum bara að byrja á því núna, þannig að maður þarf að vera á staðinu. Þetta er ekki bara eitthvað í bókum. Ég er ekkert með suðuvél heima eða neitt þannig að það er mjög mikilvægt að skólinn sé opinn þannig að ég geti mætt og græja suðurnar og allt það hérna. Ég hef kannski þurft að útskrifast annarkvort vera hérna helgar eða á sumri til. Eða útskrifast seinna? Já, eða útskrifast seinna. Menntun skiptir mjög miklu máli. Ef við værum ekki með kennara þá værum við bara svolítið í djúpum skít. Þannig að mér finnst það alveg mjög mikilvægt að kennarar fái launin sem þeir eiga skilið. Það er löngu kominn tími á það. Þannig að, já. Hvers vegna? Eins og kennararnir hérna, þetta eru bara æðislegi kennarar. Þetta eru bara ógeðslega góðir vinir manns og ógeðslega duglegir að kenna manni og bara, já, að þola alla þessa krakka og það er alveg, það segir alveg sjálft. Og þá snúum við okkur að öðru. 6 ung börn hafa dáið úr kulda á Gaza síðustu 2 vikur og það er enn mikill skortur á nauðsynjum. Annar hluti vopnahléssamkomulags á að hefjast helgina. Yusuf var aðeins nokkra daga gamall þegar foreldrar hans komu með hann á spítalann. وصل إلى المستشفى بزرقة كاملة وانخفاض شديد في درجات الحرارة يعني كانت درجة الحرارة لديه 30 يعني نحن نتكلم عن حوالي 7 أو 8 درجات دون الحد الطبيعي أو المعدل الطبيعي. Síðustu daga og vikur hefur verið svalt og kalt á Gaza, sérstaklega á nóttunni. الساعة 12 صحيت أفقد الأولاد كلهم فقدت الأولاد دول 2 دافين كويسين وديهم سقعات يعني أغطيهم بروح أشوف البنت يعني أحسها ساقعة ثلجة ونزل من أخيرها دم. لم تكن تعاني شام من أي أمراضية، لم تكن تعاني من أي مشاكل في القلب ولا جهاز التنفس، لكنها كانت في خيمة مما أدى إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة أدى إلى وفاتها. امبارح لعب فيها ولا لعبها وحممها وعطرها يعني مبسوط عليها بنت زي القمر تروح مني في ساعة. Á öðrum spítala á Gaza hafa 5 ungbörn dáið úr kulda síðustu 2 vikur. Þrátt fyrir vopnahlé skortur á öllum nauðsynjum og fæst hafa tök á að kynda svefnstaði sína. Annar hluti vopnahléssamkomulags á að hefjast helgina og viðræður hann eru sagðar ganga vel. Á
Á meðan virðist Bandaríkjaforseti halda áfram að þróa sína hugmynd framtíð Gaza. Ef marka má þetta myndskeið sem var búið til með aðstoð gervigreindar og forsetinn birti á samfélagsmiðlum. Trump telur best að Bandaríkin taki svæðið yfir og breyti því í eins konar ríféru Mið-Austurlanda. Samgönguráðherra hyggst óska eftir auknu fé til viðhalds á vegum og auka hvata til að þungaflutningar fari sjóleiðina. Hann ætlar að taka málið upp við ríkisstjórnarborðið. Á leið á íbúafund á Þingeyri fékk ráðherra að reyna á eigin skinni hvað vetrarsamgöngur vestur á firði eru viðkvæmar. Þegar ljóst var að ekki yrði flogið á Ísafjörð var ákveðið að fara akandi í staðinn. Og maður finnur það á vegunum þegar maður er að keyra. Og líka það að öryggi, eins og bílstjórinn minn sagði það, að núna erum við, ef við lendum í óhappi núna, þá erum við í vandræðum, af því að við erum ekki í símasambandi. Það er gríðalt öryggismál að sé símasamband á þjóðvegum landsins. Sveitarstjórar á Vesturlandi hafa kallað eftir skjótum viðbrögðum. Vestfjarðavegur Dali er svo viðkvæmur að fræsari er í Búðardal til að taka ónýtt slitlaga veginum og breyta í malarveg ef þörf er á öryggisins vegna. Já, það sem þarf að gera núna, Vegagerðin óskar bara einfaldlega eftir meira fjármagni til þess að geta farið þá í aðgerðin núna strax í sumar og boðið út á endurbætur á viðhald á vegum sem að nauðsynlegt er að fara í. Og fær hún það fjármagn? Ég veit það ekki. Ég mun ræða þetta, ég mun senda bréf til fjármálaráðherra núna í vikunni og vantilega taka þetta upp á ríkisstjórn næstu viku. Til lengri tíma litið væri fengur af því ef flutningar færu í auknum mæli sjóleiðina. Og svo þarf að skapa fleiri hvata til þess að vörur fari í sjóflutninga. Eyjólfur segir að Vegagerðin telji sig þurfa 20 milljarða til að halda í horfinu og meira til að vinna á innviðaskuldinni. Og af fjárlögum sem eru yfir 1500 milljarðar, þá er það ekki stóri peningur. Forseti Úkraínu fer til Bandaríkjanna á föstudag til fundar við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þetta staðfestir Trump síðdegis og segir að saman ætli þeir að undirrita samning aðgengi Bandaríkjanna að úkraínskum auðlindum. Það er enn margt óljóst samningin. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa bakkað með kröfu alls $500 milljarða tekjur af námuvinnslunni. En Trump vill fá endurgreitt, eins og hann orðar það, fyrir hernaðarstuðning við Úkraínu. We're helping a country through a very, very big problem, a problem like very few people have had. Shouldn't have had this problem because it shouldn't have happened, but it did happen, so we have to straighten it out. But the American taxpayer now is going to get their money back plus. Í staðinn vilja úkraínsk stjórnvöld fá einhvers konar tryggingu fyrir öryggi Úkraínu til framtíðar. Hana vantar enn í samningsdrögin samkvæmt Úkraínuforseta. Without future security guarantees, we will not have really just peace, and we will not have really ceasefire, what Trump spoken about. And if we don't have it, nothing will work. Það er á huldu nákvæmlega hvaða auðlindir Bandaríkjamenn vilja. Ljóst er að það er mikið af þeim í úkraínskri jörðu, 20 tegundir málma hið minnsta. Margir nýtast vel í nútíma samfélagi, til dæmis títan sem notað í ál og stál, grafít sem notað í rafbíla og lithium sem nauðsynlegt í rafhlöðugerð. Eitthvað af málmunum þó á landsvæði sem Rússlandsher hefur sölsað undir sig í stríðinu. Fram eftir degi var óljóst hvort Zelenský væri á leið til Bandaríkjanna, en síðdegis staðfesti Trump komu hans við upphaf ríkisstjórnarfundar í Washington. Austur-vesturflugbrautin á Reykjavíkurflugvelli verður opnuð fyrir sjúkraflug á miðnætti annað kvöld. Samgöngustofa hefur samþykkt undanþágu fyrir sjúkraflug í hæsta forgangsflokki að beiðni miðstöðvar sjúkraflugs á Norðurlandi. Samskiptastjóri Samgöngustofu segir að unnt hafi verið að veita undanþáguna að undangengnu áhættumati Isavia innanlandsflugvalla sem fór fram eftir að tré höfðu verið felld á fyrsta forgangssvæði í Öskjuhlíð til að tryggja flugöryggi. Fella þarf fleiri tré til að opna brautina að fullu og kennsluflug og almennt flug þarf því að bíða. Og meira fluginu því fyrstu farþegarnir fóru nýja Austurálmu Leifsstöðvar í dag og ný brottfararhlið verða tekin í notkun næstu vikur. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir stækkunina tímabæra.
Með opnun Austurálmu stækkar flugstöðin eins og við þekkjum hana þriðjung. Þetta feikir stór bygging á 4 hæðum og víst á stærð við Hörpu og fyrstu farþegarnir eru væntanlegir í dag. Já, í dag fyrsta flugið og farþegarnir munu þá koma hér inn og byrja að upplifa þessa nýju glæsilegu byggingu. Framkvæmdir við bygginguna hófust sumarið 2021. Áætlaður heildarkostnaður rétt tæplega 30 milljarðar króna sem samkvæmt upplýsingum frá Isavia, í samræmi við ramma sem settur var í upphafi framkvæmda þegar tekið hefur verið tillit til verðlagsþróunar. Þannig að þetta óboðslega þörf stækkun og fleiri fermetrar sem við þurfum að fá í notkun eftir alla umferðaraukninguna á síðasta áratug. Þannig að þetta mikið gleðiefni að þetta mannvirki sé að komast hér í notkun. Biðsalur á annarri hæð byggingarinnar ásamt nýju veitingarsvæði og annarri aðstöðu fyrir farþega. Á þeirri 3. verða landamærahlið og skrifstofur á þeirri 4. Og við flugvöllinn bætast 6 brottfararhlið og 4 landgöngubrýr eins og þessi hér sem opna á næstu vikum. Það líka nýtt farangurskerfi og töskusalur en nýbyggingin líka forsenda fyrir áframhaldandi uppbyggingu á flugvellinum. Við teljum bara yfir höfuð að þá muni farþegunum líða vel hérna og vinnu aðstaðan öll hönnuð með flugfélögunum og þjónustaðalum á vellinum. Þannig að starfsfólki hér mun líka held ég upplifa betri vinnuaðstöðu en áður. Það fjölmenntasviðin í Eldborg í Hörpu í kvöld í tilefni af 75 ára afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar óvenjulegir tónleikar. Nú Linda Blöndal, fréttamaður, þú ert í Hörpu. Hvers konar viðburður þetta? Já, þið heyri kannski fallegu tónana hér á bak við mig. Það opið hús í Eldborg. En þetta hljómsveit þar sem að yngsti hljóðfæraleikarinn 12 ára og svo elsti á níræðisaldri. Og þá spurningin, hvernig var þessi hljómsveit samansett og kannski í hvaða tilgangi? Já, hvernig hún samansett? Já, sko, þetta var bara opið kall í rauninni. Við vildum bara fá tónlistarfólkið okkar fram úr stofunum sínum eða innan úr herbyggi með hljóðfærin og við settum í gang bara umsóknarferli og hér fólk úr ýmsum áttum. Það líka úr ungsveitin okkar sem hefur verið að störfum síðustu ár. Það áhuga fólk. Það auðvitað meðlimir úr Sinfóníuhljómsveit Íslands, okkar ágætu þjóðarhljómsveit og svo það fólki sem búið að vera í bandinu í gegnum árin sem frábært að fá á svið. Sumt þeirra hefur ekkert spilað áður en í Hörpu. Já, akkurat. Hversu, sumir hljóðfæralekararnir eru litlir en þetta ekki lítil sveit? Þetta 150 manns skal ég segja þér. Þarna eru 13 trompett, það eru 50 manns bara í fiðlusveitinni. Þannig að það rosalegt power í gangi hérna í sal. Það verður síðan afmælistónleikarnar sendir beint út eða ekki? Jú, í næstu viku þá eru tvíteknir tónleikarnar okkar á 5. og 1. og við ætlum að gefa Gísla Marteini frí á föstudagskvöldinu í sjónvarpinu. Þið mjög umhugað það? Já, hann verður að fá sín frí. Þannig að það verða flottir tónleikar í beinni útsendingu hjá okkur á föstudagskvöldi og allir að kveikja á tækjunum og hækki græjanum. Já. Þetta Dvořák, Sigrún? Já. Þetta Dvořák. Heyrðu, þetta svo geðvikislega flott. Maður bara hrærður yfir þessu. Það svo gaman að sjá okkar fyrirverandi félaga og ein 85 ára og hún hafði aldrei spilað í Eldborg, þannig að draumur hennar að rætast í dag. Þetta geggjað. Takk Sigrún, já. Sjálfur konsertmeistarinn, við skulum koma og halla okkur aðeins hérna yfir handrið. Og heyriði nú. Glæsileg Sinfóníuhljómsveit Íslands en 130 börn mæta á skíðaæfingar á Dalvík í hverri viku. Þó opnun hafi seinkað aðeins þetta árið hefur verið opið næstum alla daga síðan. Það var erfitt en gengur ennþá. Þetta gengur ennþá og þið lifið á sem framleita snjó eða hvað? Já, mikið rétt. Ef ekki væri fyrir framleiðslu hérna, snjóframleiðslu, þá væru við kannski búin að vera með opið í 5 daga eitthvað svoleiðis, en erum á detti í 50, þannig að það segir sig sjálft að þetta góð fjárfesting. Takmörku opnun á þessum stóru svæðum, finnið þið fyrir mun hér þegar það er? Já, við gerum það. Við teljum að með tilkomu uppbyggingarinnar í Bláfjöllum að þá sé skíðafólki að fjölga á landinu sem er jákvætt fyrir alla
uppáhaldsstaðanir okkar hérna á Dalvík þegar suðvestanátt og lokað í Hlíðarfjalli. Þá finnum við svo sannarlega fyrir því. Og það alveg uppbygging í gangi hjá ykkur líka núna, ekki? Jú, mikil uppbygging. Við erum núna að byggja nýtt aðstöðuhús fyrir skíðasvæði og þið sjáu hérna niður frá vinnuvélarnar og þarna erum við búin að reisa heilmikið sólpall líka og komið nýr tróðari. Hérna í 2000 manna samfélagi þá erum við með alveg hátt í 30-40 krakka sem eru að æfa skíði og bretti hjá okkur og við erum bara mikil aukning og sérstaklega í brettunum núna og við stefnum á að loka ekkert fyrir kannski bara rétt í enda apríl eftir páska. Við ætlum að vera með geggjaða páska. Lögreglan í Colorado í Bandaríkjunum biður almenning aðstoð við leit að mönnum sem eru grunaðir að hafa stolið 2 hvolpum úr gæludýraverslun á sunnudaginn. 3 menn komu inn í verslunina með stuttu millibili. Skömmu síðar hneig einn þeirra í gólfið og virtist fá flogakast. Grunur að það hafi ekki verið raunverulegt heldur til þess að dreifa athyglinni frá hinum sem á meðan stálu 2 bolabítshvolpum en hver hvolpur kostar 600.000 krónur. Öðrum hvolpnum hefur verið skilað, kona sem keypti hann á 200.000 þekkti hann á myndum frá þjófnaðinum og skilaði honum í verslunina. Maðurinn sem féll á gólfið var handtekinn en hinir 2, þeir flúðu. Bergsteinn, þú ert ekkert að flýja, þú ert að segja okkur hvað verður í Kastljósi. Já, við ætlum að ræða öryggis- og varnarmál í þættinum í kvöld. Þau eru í uppnámi alla Evrópu eftir kúvendingu Bandaríkjanna getum við sagt í þeirra stefnu í álfunni. Og Ísland fer ekki var hluta af þessu og Bjarni Már Magnússon, prófessor í lögfræði við Háskólann á Bifröst, hann skrifaði grein í Morgunblaðið í dag þar sem hann lagði til og bara kallaði eftir að Ísland að það er stofnað varnarmálaráðuneyti og Ísland myndi koma her á laggirnar. Og byrja að framleiða hergögn. Við ætlum að ræða þessa hugmynd við Bjarna Má og líka við Stefán Pálsson hjá félagi hernaðarandstæðinga því að þessi hugmyndir í sjálfu sér ekki ný af nálinni. En síðan fyrir við í allt aðra og léttari sálma þegar við tökum hús á Jónsa í Jónsabúð í Grenivík og lítum svo á hátíðina List í ljósi á Seyðisfirði. Takk fyrir þetta Bergsteinn, Kastljósið í kvöld og við lítum til veðurs. Á morgun verða suðvestan 5-13 metrar á sekúndu og víða skúrir eða él en yfirleitt þurrt landið norðaustanvert og hiti kringum frostmark. Það hvessir annað kvöld og hlýnar með rigningu sunnan og vestanlands. Gular viðvaranir taka gildi seint annað kvöld norðvestanvert landið en það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Úrslitavika bikarkeppninnar í handbolta hófst nú síðdegis þegar blásið var til leiks í undanúrslitum karla. Fram- og afturhelding mætast í kvöld en leikur Stjörnunnar og IBVF stendur yfir í beinni útsendingu á RÚV 2. Undanúrslit kvenna er á morgun. Þar mætast annars vegar Haukar og Grótta og svo erkifjendurnir og sigursælustu liði íslensks kvennahandbolta, Valur og Fram. Við skulum ekki afskrifa neitt í bikarnum. Og leikmenn og þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta voru svekkt eftir tapið gegn Frakklandi í þjóðadeildinni í gærkvöldi. Þær eru bara skíthræddar við okkur inn í lokin. Framundan eru 2 heimaleikir í apríl og þar verður sótt til sigurs. Við ætlum okkur alltaf sigur heima. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að ekki er algjörlega ljóst hvernig kjarasamningar kennara verða fjármagnaðir, segir borgarstjóri. Samningarnir gætu ýtt undir verðbólgu að mati Samtaka atvinnulífsins. Lítil skjól er á Gaza og að minnstakosti 6 ungbörn hafa dáið úr kulda síðustu daga. Bandaríkjaforseti í hugar að framtíðarsýn sinni fyrir Gaza og birti í dag gervigreindarmyndskeið. Vegagerðin þarf 20 milljarða á ári til að vinna á innviðaskuld sem að mati samgönguráðherra er ekki stór hluti af fjárlögum. Hann segir hægt að létta á vegum með auknum strandflutningum. Þessum fréttatíma er að ljúka, þá kom það íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Næstu fréttatímar eru útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.